Mikil sorg ríkir í Kanada vegna árásar á götuhátíð í Vancouver í gærkvöld. Árásarmaður ók bíl á miklum hraða inn í mannfjölda, drap 11 og særði yfir 20 manns. Ísraelar hafa ekki hleypt neyðaraðstoð yfir landamærin til Gaza síðustu 60 daga. Stofnanir Sameinuðu þjóðanna varað við að þúsundir deyi úr hungri verði ekkert að gert. Það ríkir bjartsýni innan ferðaþjónustunnar á Suðurlandi þrátt fyrir spár fækkun ferðamanna. Ferðamönnum finnst Ísland dýrt en láta sig hafa það. Heitir pottar og sánur rjúka út og sums staðar hefur salan tvöfaldast á milli ára. Sölumenn þakka það góðu vori og vonum sólríkt og gott sumar. Kynstrinn öll af plasti og COVID-grímur voru meðal þess sem rataði í ruslapoka plokkara sem færuðu umhverfi sitt á stóra plokkdeginu. Ég skil ekki af hverju fólk vill henda rusli út um allt. Gott kvöld. Mikil sorg ríkir í Kanada þar sem 11 voru drepin og yfir 20 særð þegar bíl var ekið inn í mannfjölda í borginni Vancouver í gærkvöld. Ökumaður var handtekinn og talið að hann hafi verið einn að verki. Við vörum við myndum í þessari frétt. Bílnum var ekið á miklum hraða og fólk sem var á hátíð í tilefni af Lapu-Lapu-deginum sem lengi hefur verið fagnað á Filippseyjum. Þetta var annað árið sem honum var fagnað í Vancouver. Ungir sem aldnir voru samankomnir á hátíðinni sem var að ljúka þegar árásarmaðurinn lét til skarar skríða. It was heartbreaking. I couldn't even imagine that it's actually happening in real life because normally we see that, on like TVs or movies, but when you are in that kind of situation, it was really shocking. Like you couldn't even, think really well. You couldn't do anything but to pray for them. Nærstaddir héldu ökumanninum þar til lögregla handtók hann. Hann 30 og búsettur í borginni. Talið að hann hafi verið einn að verki. Forsætisráðherra Kanada vottaði aðstandendum og samfélagi Filippseyinga í Kanada samúð sína. Last night, families lost a sister, a brother, a mother, a father, a son, or a daughter. Those families are living every family's nightmare. Ferðaþjónustu sumarið á Suðurlandi fer vel af stað og vonir að óvissa vegna tollastríðs hafi ekki mikil áhrif. Því spáð að ferðamönnum fari heldur fækkandi í ár. Þeir sem voru á ferðinni á Suðurlandi helgina segja dýrt að koma hingað en það sé vel þess virði. I think probably one of the most expensive things is to dine outside because we have the hotel as well, because we have gone to the supermarket and obviously we find the prices a bit more expensive. I don't know, 40–50% more than Spain, but that's okay. But I think other, leisure things are a bit more expensive than in the rest of Europe. I suppose is a little bit expensive. We're always kind of like thinking in English money, so kind of converting. But no, kind of it's what we expected. So we're kind of happy to do it for the experience. So it's been worth it. It's more expensive than Northern Europe, where I come from, Belgium, but it's not. I think it's quite normal because we are on a foreign island, quite far from the rest of the civilization, other civilizations. So if you come here, you have to get on with it. It's not a problem. Everything is expensive, but it all depends on where it's coming from, supply chain and the energy and everything else. But we expected it because we did our research, so it wasn't a surprise for us. Í spá ferðamálastofu gert ráð fyrir samdrætti í komu ferðamanna til Íslands á þessu ári vegna tollastríðs og annarra þátta. Framkvæmdastjóri markaðsstofu Suðurlands segir áhrifa ekki farið að gæta enn sem komið Sumarið virðist líta svona svipað út með áætlanir, bara svipað út og í fyrra. En svona kannski þessi óvissa sem skapast af tollamálum og öðru, þau koma kannski ekki í ljós fyrir einhvern tímann í haust. Svona tímar eins og þessir sem svona pínu óvissa, þá við þurfum alltaf að hlúa að áfangastaðnum okkar sem Íslandi. Við þurfum að passa að við séum samkeppnishæf og
og það gerum við ekki með því að bæta á álögur og við þurfum að stunda mjög öflugt markaðsstoff erlendis og okkar helstu mörkuðum. Ferðaþjónustu aðilar séu ekki orðnir áhyggjufullir. Já, ég held að við nú fólk í ferðaþjónustu hafi reynt það í gegnum árin að það koma alls konar sveiflur og ég held að ferðaþjónustan sé bara orðin bara meistari í því að tækla þær. Þannig að við verðum bara að horfa bjartsýn og jákvæð fram á veginn held ég. Sendifulltrúi Sameinuðu þjóðanna í Palestínu spyr hversu margir á Gaza þurfið að deyja úr hungri eða vegna árása áður en vestræn ríki hætti að útvega Ísraelum vopn. Matur er senn á þrotum og hungur vofir yfir. Kjöt, mjólk og ávextir er fjarlæg minning íbúa Gaza. Egg og grænmeti eru munaðarvara. Flestir íbúar hafa síðasta 1,5 árið verið á flótta undan árásum Ísraelshers og hafa þurft að reiða sig á matargjafir hjálparsamtaka. Birgðir matvælaþróunar Sameinuðu þjóðanna á Gaza kláruðust fyrir helgi og hungur vofir yfir. Ísraelsher hefur lokað fyrir allan flutning neyðargagnaðangað síðan 2. mars. Börn eru í mestri hættu á vannæringu og sulti. 50 eru dáin úr hungri og mörg eru veik. Einn þeirra er hinn 5 ára gamli Osama al-Rukab sem er alvarlega vannærður á spítala í Khan Yunis. Þarna sýnir mammans mynd af honum áður en hann veiktist. Vegna skortsins er ekki hægt að veita honum viðeigandi læknisaðstoð á Gaza. Þessar tengdamæðgur í Khan Yunis eru að elda fyrir 11 manna fjölskyldu. Hráefnið 4 baunadollur, nokkrar gulrætur, hrísgrjón og smá krydd. ما خايف عليهم يموتوا من الجوع هاي بقول لك بده لحم بده كفته مش عارف يشيل كفته يما نسينا اللحم نسينا الدجاج نسينا بقول لك نسينا كل حاجه وخايف عليهم يصير لهم شيء اولاد ابني من قله الاكل من قله التغذيه. Franziska Albanese sendifulltrúi Sameinuðu þjóðanna í málefnum Palestínu spurði í færslu á samfélagsmiðlum í dag hve mörg börn, foreldrar þeirra, ömmur og afar þurfi að svelta eða vera brennd lifandi og sett í líkpoka eftir að hafa verið drepin með sprengjum sem framleitar eru á Vesturlöndum. Hún hvetur þau ríki sem útvega stjórnvöldum í Ísrael vopn til að hætta því. Þá varaði UNRWA, Palestínuflóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna við því í dag að hungur sverfi að á Gaza. Á sama tíma séu þúsundir flutningabíla fullir af neyðarvistum við landamærin en ekki hleypt inn. Velkomin Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi. Hvað búa mörg börn við þessar skelfilegu aðstæður á Gaza núna? Íbúar Gaza eru helmingi til börn. Þannig að af íbúum sem telja 2,1 milljón íbúa þá rétt 1 milljón þeirra börn. Nú matur á þrotum eins og þarna kom fram. Vitað hversu lengi fólk getur haldið þetta út við óbreytt ástand? Það erfitt að segja það. Þetta auðvitað bara skelfilegt. Það ljóst að það verið að draga fólk til dauða með þessum aðgerðum. Það hefur ekkert komist inn á svæðið í 60 daga eins og þarna kom fram. Vassleiðslur og vassbrunnar og vasshreinsustöðvar eru ýmist skemmdar eða ónýtar og ómögulegt að gera við þær. Og við þessar aðstæður þá deyr fólk úr hungri eða sjúkdómum sem það fær af því að neyta ótryggs neysluvatns. Nú hefur eins og þarna kom líka fram, Ísraelsher haldið hjálpagögnum frá Gaza í 60 daga. Finnst þér stjórnvöld á Vesturlöndum vera að gera nóg til þess að þrýsta á Ísraels stjórn við þessar aðstæður og hvað hægt að gera? Það alls ekki verið að gera nóg. Ástandið sem nú það sýnir það, svo öllum það ljóst. Það verður að tryggja að það sé opnað fyrir neyðargögn inn á svæðið. Þetta ekki spurning val eða mannúð, þetta bara alþjóðalög. Það verður að hleypa þessum vörum inn á svæðið og það verður að tryggja vopnahlé. En samt hefur þetta gengið í 60 daga? Já, en þetta getur ekki gengið svona lengur. Bara ég myndi segja að mannúð okkar í húfi ef ekkert breytist. Kærar þakki fyrir komuna, Birna Þórarinsdóttir. Takk. Og þá öðru. Danir og grænlendingar verða að standa þéttar saman, segir Jens Fredrik Nielsen, nýr formaður grænlensku landstjórnarinnar. Hann kom til Kaupmannahafnar í morgun í sína fyrstu opinberu heimsókn til Danmerkur. Spenna hefur verið í samskiptum ríkjanna eftir að Trump Bandaríkjaforseti lýsti áhuga á að sölsa undir sig hluta Grænlands. Nielsen var nokkuð hvassorður í Kaupmannahöfn í morgun og sagði að ekki væri hægt að tala Grænland eins og hverja aðra fasteign sem gengi kaupum og sölum. Vi står i en udenrigspolitisk situation nu, der kræver, at vi må rykke tæt sammen i bussen.
Og det synes jeg, at det går bredere ud end kun os. Vi skal rykke tæt sammen i bussen med alle dem, vi deler værdifællesskab med. Og så synes jeg også, at det, der er meget, meget vigtigt for mig at sige nu, det er, at til trods for, at vi har den, så har vi også en meget vigtig dialog om det, der sker internt i vores rigsfællesskab. Og det er rigtig nok det, som også har fyldt meget i dag. Þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Íran þar sem minnst 40 fórust og yfir 1000 slösuðust í mikilli sprengingu við stærstu höfn landsins í gær. Talið að kviknað hafi í byggingu þar sem hættuleg og eldfim efni voru geymt. Sprengingin var mjög öflug og fannst í alltaf 50 kílómetra fjarlægð. Enn var unnið við að slökkva eldin í dag. Sprengingin varð í geymslum við Shahid Raja í höfnina við Ómansund. 15 allra flutninga á olíu og heimsvísu faraðar Hluti hennar skemmtist en starfsemi hefur haldið áfram á þeim stöðum sem sluppu við eyðileggingu. Yfirvöld greindu frá því í dag að 40 hefðu farist og yfir 1000 særst. Þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í öllu landinu á morgun. Í héraðinu þar sem sprengingin varð verða sorgardagarnir 3. Tildrög sprengingarinnar eru óljós en lögregla rannsakar hana sem slys. Sala á heitum pottum og sánum hefur aukist mikið og sums staðar tvöföld á við í fyrra. Heilsubylting og vonir gott og sólríkt sumar eru talin helsta ástæðan. Íslendingar hafa verið duglegir að kaupa heita potta á undanförnum árum en svo virðist sem sala á þeim síðan á 9 hæðum. Rosaleg aukning. Það var 20% aukning í fyrra frá árun undan. Við erum að sjá með við tölum núna, þetta er alveg 50% frá metárunu. Metdagur var hjá fyrirtækinu á páskadag. Við seldum tæplega 200 potta á einum degi. Þetta var rosaleg trafík og þetta var bara mesti stemningsdagur sem ég upplega og algjör keisla. Sömu sögu að segja hjá Trefjum sem framleiða heita potta. Ég myndi áætla að það sé 35% hækkun frá fyrra ári í pottunum og svo hafa sánur líka verið vinsælar núna og ætli að sé tvöföldin frá fyrra ári. Þó að Íslandingar hafi samlað í heitum pottum í árhundruð til að Freyja gott veður undanfarið spila stóran þátt í söluaukningunni. Við Íslandingar eru miklir pottormar og fyrir vel okkur í heita vatninu okkar. En ég held nú að þessi aukning bara núna undanfarið er nú kannski líka bara góða veðrir og bara hvað við erum vongóð gott sumar. Heilsubylting meðal landsmanna gæti líka verið skýringin. Fólk að stunda meiri líkamsrækt, það að taka mataræði alveg í gegn og við erum að sjá rosalega aðsókn í þessum heilsuvörum. Það infrarauðgeislarnir, sánurnar, pottana, köldupottanir, bara allt í bland. Það rosalega aðsókn að öllum þessu vörum núna. Þessi víxlböð, heitt og kalt, sem hefur ótrúlega góð áhrif á heilsun okkar og ýtir undir þetta aukna blóðflæði sem eykur þessi veljiðunarhormón. Þetta spilar allt saman og sumum finnst það algjörlega ómissandi að fara í kalt bað meðfram sánuböðunum og heitu pottunum. Og ég get mælt með því heilsugar sjálf. 4 Galapagos risaskjaldbökuungar braggast vel í dýragarðinum í Philadelphia í Bandaríkjunum. Þeir komu í heiminn í vor og eru fyrstu afkvæmi móðurinnar sem 100 ára gömul. Hún kölluð Mommy eða mamma og það viðeigandi því hún líklega ein af elstu frumbyrjum dýraríkisins. Mommy kom í dýragarðin í Philadelphia árið 1932. Hún, eins og pappinn Abraza, af kyni vestur Santa Cruz Galapagos skjaldbaka en tegundin í bráðri útrýmingarhættu og litlu krúttin 4 því afar kærkomin. Well, it makes me think about my mortality a little bit. I don't have any kids, but I don't think I'll be having any at 97. But I'm really happy for her. I thought when the baby turtles were close to us and they went on the window and then one fell over, I thought that was really funny. So not only are these babies very cute, but they are also a crucial part of saving this critically endangered species from extinction. There are only a few thousand of them left in the entire world, so these babies actually represent a significant portion of the population, and the genetic diversity that they display is unmatched anywhere else in the world. So these 4 tortoises are priceless. Stóri plokkdagurinn í dag. Víða land mátti sjá plokkara hér og þar tína rusl. Tuskur, málingadollulok og grímur voru meðal þess sem rataði í ruslapokana.
Þetta bara frábært framtak og þakkláttur fyrir að fá að vera með. Og segjum við bara daginn ekki setta. Formlega setta. Loksins. Gleðilega hátíð. Þetta bara veruleikinn okkar á vorin. Plastið og bréfið og COVID-grímur, málningadollulok. Þetta er mikið þarfaverk og ég var mjög ánægður með það að hafa barnabörnin mín með, kenna þeim svolítið á þetta. Ég er með snakkbréf og Pepsi-dóteri og eitthvað, plast og eitthvað. Ferðu oft út að plokka? Já. Er það? Og er mikið rusl í kringum svona í náttúrunni? Mjög mikið. Ég skil ekki af hverju fólk vil henda rusli hérna allt. Þessi áðan hún í tusku og bara fullt af glösum og bara alls konar dóteri. Finnst þér að fólk ætti að vera duglegri að fara út og plokka? Já. Af hverju? Mér langar að hafa náttúruna miklu betri. Og einn öflugasti plokkari landsins lét sig ekki vanta, en hún fer að jafnaði 4 sinnum í viku út að plokka. Hvað þarf góður plokkari að hafa til að byrja? Hann þarf bara að hafa góða plokkstöng og poka, bara vera vel klæddur eftir aðstæðum og bara, drífa sig á stað. Þetta er bara fínt að vera með stöngina hérna og í poka og stundum reynum við nú að sortira, en það er oft erfitt að sortira þegar kemur alls konar. Í Grafarvogi var að nógu að taka, en plokkað var í flestöllum landshlutum í dag. Hvernig hefur gengið að plokka í morgun? Það er alltaf nóg á rusli til þess að taka, þannig að það hefur gengið mjög vel. Ég sé hérna þeir eru með aldeilis mikið af pokum. Hvað er afrakstur, hversu langs tíma er þetta? Þetta er klukkutími. Þetta er bara fröðplast og alls konar dót, plastdót og undan frönskum og pakkar og ílát og alls konar dót. Við getum gengið miklu betur og ég hvet fólk til þess að gera það. Hirða eftir sig, taka ruslið með sér heim og flokka það. Og úr plokki í pílu. Á annað 100 keppendur taka þátt í alþjóðlegu pílumóti í miðborginni. Og þar er Alexander Kristjánsson fréttamaður. Alexander, er ekki allt beint í markana hjá ykkur? Jú, einmitt það Birta hér á Búlsæ í miðborg Reykjavíkur hefur opið alþjóðlegt pílumót verið frá því klukkan 10 í morgun. Keppendur voru 173 þegar mótið hófst klukkan 10 í morgun. En nú eru aðeins 4 eftir. Hérna fyrir aftan mig er undanúrslitaviðureignin í gangi. Við ætluðum nú reyndar að ræða við hann Hörð sem er að keppa bara hér í þessum fréttatíma, en hann er að keppa eins og sækir standa. En við erum hér, hjá mér er formaður pílusambandsins, hann Hilmar. Hilmar, hvernig hefur svona gengið? Þetta er búið að ganga bara virkilega vel, fram úr okkar glæstu vonum, sérstaklega með hvernig þetta er búið að ganga undanfarin ár, þá er þetta bara allt búið að vera æðislegt. Sérstaklega með hvað margir keppendur í ár. Maður finnur það svona áhugi á pílu, hann hefur aukist mjög mikið, manni finnst bara eins og allir séu áhugamenn í pílu, þeir hljóta að verða varir við það. Já, mikil fjölgun á milli ára, alveg svakaleg, og eins og í þessu móti það er 50% aukning af keppendur frá því fyrra. Alveg, og það er að vera 106 útlendingar. Þannig að það er gaman að segja frá því smá. Þannig að þetta stendur undir nafni sem svona alþjóðlegt mót? Já, það eru fleiri útlendingar Íslendingar, þannig að koma hvaðan sem var, einn keppandi frá Japan. Og nú eru 4 eftir, þið voru síðan með annað mót í gær, var það ekki? Jú, annað mót í gær, þá voru líka 170 keppendur og þá voru líka yfir 100 útlendingar og þetta er eiginlega sama mótið, bara riðlaður í dag, útsláttur í gær. Hvað er svona skemmtilegt við píluna? Þetta er eitthvað fyrir alla. Allir geta tekið þátt, skiptir máli hvort það gengur vel eða illa. Þetta er alltaf gaman fyrir alla fjölskylduna, krakkar, fullorðnir, ömmur, afar. Allir ætti að koma að spila. Látum þetta vera lokaorðin héðan af Búlsæ. Takk fyrir þetta, Alexander Kristjánsson. Og þá að veðri. Lægð á Grænlandshafi þokast hægt að landinu og grynnist. Á morgun verður hæg suðlæg eða breytileg átt og áfram dálitlar skúrir sunnan og vestan til. Lengst af þurrt á Norðausturlandi en þar eru líkur á síðdegisskúrum á stöku stað. Hiti 6 til 12 stig. Veðurspáin öll hér rétt á eftir íþróttafréttum, þar kennir ýmissa grasaða vanda. Við skulum sjá smá sýnishorn. Íslandsmótinu í áhalda fimleikum lauk í dag. Í karlaflokki unnu 6 mismunandi fimleikamenn Íslandsmeistaratitla en sama konan bar sigur úr býtum á 3 áhöldum.
Liverpool gat tryggt sinn 20. Englandsmeistaratitil í fótbolta í dag og Glódís Perla Viggósdóttir gat orðið Þýskalandsmeistari með Bayern. Þá rýnum við í sögu víðavangshlaups ÍR. En sem sagt frá 1916 hefur þetta hlaup verið haldið árlega hérna í miðbæ Reykjavíkur. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Mikil sorg ríkir í Kanada vegna árásar og götuhátíð í Vancouver í gærkvöld. Árásarmaður ók bíl á miklum hraða inn í mannfjölda, drap 11 og særði yfir 20 manns. Ísraelar hafa ekki hleypt neyðaraðstoð yfir landamærin til Gaza síðustu 60 daga. Stofnanir Sameinuðu þjóðanna vara við að þúsundir deyi úr hungri verði ekkert að gert. Það er ekki bjartsýni innan ferðaþjónustunnar á Suðurlandi þrátt fyrir spár fækkun ferðamanna. Ferðamönnum finnst Ísland dýrt en láta sig hafa það. Heitir pottar og sánur rjúka út og sumstaðar hefur salan tvöfaldast á milli ára. Sölumenn þakka það góðu vori og vonum sólríkt og gott sumar. Kynstrin öll af plasti og COVID-grímur voru meðal þess sem rataði í ruslapoka plokkara sem fægruðu umhverfi sitt á stóra plokkdeginum. Ungur plokkari segist ekki skilja af hverju fólk hendi rusli út allt. Það var þetta upptalið hjá okkur í kvöld. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum þessa helgina. Við minnum á sögulegan fréttatíma á morgun en það verður síðasti fréttatíminn sem Bogi Ágústsson les. En þessi er lokið hjá okkur í kvöld. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Landinn, þáttur mannlífið í landinu. Landinn leitar upp í skemmtilegt fólk í bæjum og sveitum og skoðar áhugaverða staði landshorna á milli. Já, Þorbergur, ég sagði nú við Viktori að þetta væri svolítið stór hlutur. Sem þetta er. Fyrir alla muni. Þáttaröð þar sem heimur íslenskra sögu og sagna er kannaður með því að skoða muni sem tengjast sérstökum atburðum í sögu þjóðarinnar. Þetta er gríðarlegt ferlingi. Þetta er svo sem ekki af í þessu óslétta landi. Perlur kvikmyndasafnsins. Kvikmyndasafn Íslands geymir fjársjóð af kvikmyndum sem sýna íslenskan veruleika snemma á síðustu öld. Egill Helgason og Gunnar Tómas Kristófersson rýna og sýna efni sem jafnvel enginn hefur séð. Joan, breski spennuþættir örvæntingafulla móður sem lifir áhættusömu lífi. Bros, þegar látunum linnir. Enska hljómsveitin Bros var eins og stærsta í heimi í skamma hríð á 9. áratugnum. Matt og Luke Goss fara á einlægan hátt yfir ferilinn, erfið samskipti þeirra bræðra og lífið eftir frægðina. Vikum saman voru þekktir Íslendingar hundeltir borð.